Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjartamanns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 1. Framgöngum sómasamlega eins og á degi, ekki í ófáti né ofdrykkju, ekki í sörlífi né svalli, ekki í þrætu né öfund. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 2. Dæmum því ekki framar hver annan. Ásetjið yfir öllu heldur að verða bróður yðar ekki til ásteytingar eða falls. Rómverjabréfið 16 mínútur yfir 2. Látið því ekki hið góða, sem þér eigið, verða fyrir lasti. Rómverjabréfið 15 á móti 1. Skylt er oss, hinum styrku, að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Rómverjabréfið 15 á móti 2. Sérhver af oss hugsi náungan og það sem honum er gott og til uppbyggingar. Rómverjabréfið 15 á móti 7. Taki því hver annan að yður, eins og Kristur tók yður að sér, Guði til dýrðar. Rómverjabréfið 17 mínútur yfir 4. Ég áminni yður bræður, að hafa gát á þeim, vekja sundurþykju og tæla frá þeirri kenningu sem þér hafi numið. Sneiðu hjá þeim. 1. Korintubréf 10 mínútur yfir 1. En ég áminni yður, bræður, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að þér séð allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal yðar, heldur að þér séu fullkomlega sameinaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. 1. Korintubréf 10 mínútur yfir 3. Eftir þeirri náð, sem Guð hefur veitt mér, hef ég eins og vitur húsameistari lagt grundvöll, annar byggir ofan á. En sérhver athugi, hvernig hann byggir. 1. Korintubréf 18 mínútur yfir 6. Flýið sörlifnaðinn. Sérhver önnur synd, sem maðurinn dríkir, fyrir utan líkama hans. En sörlífismaðurinn syndgar á móti eigin líkama.